Þá bara dagskrá tæmd og næst tekur til máls bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir með skýrslu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kannski bara svona fara yfir svona nokkra hluti síðan síðast. Þarna ég sit í stafrænu ráði á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga, við hittust mánaðarlega og erum að reyna að mjaka okkur áfram í þessari stafrænu þróun og stafrænu vegferð hjá sambandinu og þarna ég vil nú kannski segja það að við erum svolítil steinaldar dýr, sveitarfélögin erum samt sem áður að reyna að koma okkur eitthvað áfram og sem betur fyrir erum við að gera það saman og ég held að það muni bara vera til bóta öllu leyti. Núna fyrir tæpum hálfum mánuði síðan þá héldum við vinnustofu stjórnanda hjá Akureyrarbæ sem hún Sigríður hjá Mögnum stýrði og við byrjuðum á þessari vinnu fyrir ári síðan með stjórnendum að það sem við höfum verið að ræða þjónustugildin og hvaða áherslu bæði starfsfólk og stjórnendur hafa í þessum efnum og vinnustofunni ræddu stjórnendur sín á milli hvernig hægt að nálgast þessa áherslu þannig að þjónustan verði enn betri hjá okkur og hvernig við getum mælt gæði þjónustunnar. Og þetta bara spennandi og góð vinna sem starfsfólki okkar hefur lagt mikla áherslu á og lagt á sig mikla vinnu í kringum. Nú, það búið að fresta verkföllum en kjarasamningavinnan er ekki lokið við kennara. Ég held að það var bara blessun að ákveðið var að fresta verkföllum. Það hefði skollið á hér verkfall í leikskóla 10. desember næstkomandi, þannig ég held að þetta hafi verið bara mikil blessun og að verið sé að reyna að ná samningum við kennara alla. Nú, ég og Jóhann Þorsteinsson frá KFUM og K við undirrituðum samningum starfsemi félagsins og samstarf við Akureyrarbæ og eðli málsins samkvæmt þá var mikill gestagangur í ráðhúsinu síðustu 2 vikurnar frá frambjóðendum sem komu og heimsóttu ráðhúsið og hittu starfsmenn. Þeir fengu allir sama rúndinn og áttu gott spjall held ég við vel flesta starfsmenn hérna og það var bara mjög gaman að hitta allt þetta góða fólk og ég ætla nú að fá að hrósa þeim sem leggja það á sig að fara í framboð og eru tilbúin til þess að setja sig og sína persónu í það að vinna fyrir land og þjóð og ég bara hlakka til að sjá stjórnarmyndunar viðræður sem ég sannfærð að muni ganga vel. Nú síðustu helgi voru ljósin svo tendruð á jólatrénu á Ráðhústorgi og það óhætt að segja það að frostið hafi bitið í kinnanar í þeirri athöfn. Nýr sendiherra Dana á Íslandi, Erik Vilstrup Lorentzen, tók til máls og flutti kveðju frá Ranners og hann hafði orðið hversu fallegt væri á torginu okkar, þar sem komið svona lítið jólatorg, lítið jólaþorp með litlum kofum og jólaljósum og jólatrjám og að sjálfsögðu jólakettinum. Torgið verður opið í næstu 2 helgar á laugardögum og sunnudögum frá 13 til 17 og ég ætla bara að hvetja ykkur til þess að heimsækja það. Þetta allavega tilraun okkar til þess að auka stemninguna í bænum og það eru strax byrjað að tala það að það megi hafa lengri opnunartíma. Þannig að við skoðum það. En allavega við erum farin á stað í undirbúa jólin og aðvenduna af fullum krafti. Ég læt þetta duga. Það var bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu. Eftirtaldar fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 15., 21. og 28. nóvember. Bæjar á 21. og 28. nóvember. Fræðslu- og lýðheilsuráð 13. og 27. nóvember. Skipulagsráð 27. nóvember. Umhverfis- og mannvirkjaráð 19. nóvember. Velferðarráð 13. nóvember og það má nálgast alla þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins. Ég segi fundist lítið klukkan 6 á slaginu. Takk fyrir góðan fund.